Elías, fyrsta verkefnið í undankeppni HM 2026, hvernig leggst í þig og hópinn? Bara hrikalega vel sko, þetta er spennandi verkefni og við ætlum okkar alla leið. Hvað þarf Ísland að gera til að komast alla leið? Við þurfum náttúrulega að byrja á því að vinna leikinn á föstudaginn. Það er bara svoleiðis og við ætlum okkar að gera það. Azerbaijan á föstudaginn, hvernig er þið búin að greina þetta lið vel? Já, við erum, þjálfarnir, það er verið að kynna þetta fyrir okkur náttúrulega. Við erum búin að taka einn fund um þá og við munum taka fleiri fundi þangað til föstudaginn. Hvernig leik býstu við frá því þú veist núna? Þetta er, ég býst við að við munum vera með boltann og við munum stjórna þessum leik og fá þá, já, hvað segir maður, þrýsta þeim aðeins tilbaka, já, en svo já, fyrir að fara betur í þetta. Staða þín, þú ert auðvitað í harðri samkeppni við Hákon, hvernig er það? Það er bara, ég Hákon erum topp félagar, þetta er bara, svo bara kemur í ljós hver spilar og það er bara ákvörðun sem er, já, undir þjálfarinn komið, það er staðan. Er þetta aldrei skrítið samband á köflum? Nei, þetta er náttúrulega svolítið öðruvísi, það er náttúrulega bara ein stað á vellinum, en þetta er náttúrulega bara, já, við stígum hvern annan og erum góði félagar utan vallar líka, þannig að þetta er þægilegra heldur en á flestum öðrum stöðum, þetta samband okkar, finnst mér. Þú þekkir samkeppnina vel frá Midtjylland, svo? Já, heldur betur, það er ágæðið samkeppni þar, líka. Hlýtur að vera ánægjulegt að byrja að vera bara orðinn fastur maður þar? Já, heldur betur, það er bara, já, það er bara mikilvægt, fyrir mig að spila og ég er búinn að koma inn í liðið og gera það vel, það er gott. Hvernig meturðu þá Frakka sem úti í Frakklandi? Já, þetta verður erfiðleikur, það verður það er ekkert hægt að segja annað en það, þetta er náttúrulega bara eitt af bestu liðum í heimi og svo bara, já, við förum bara undan og ætlum að gefa leik, það er bara staðan. Þetta er tveir mjög ólíkir leikir, muni breyta mikið leikskipulag heldur þið eða hvað? Já, ég hugsa það, það er náttúrulega ekkert, við erum náttúrulega aðalega undirbúið undir fyrri leikinn eins og sko, en ég hugsa að það verði aðeins annað fyrirkomulag í seinni leiknum úti. Takk hérlega.